Velkomin þáttur Súrt og Sætt. Gestur minn þessu sinni Guðni T.H. Jóhannesson, nýkjörinn forseti Íslands. Velkomin Guðni. Hvernig að vera orðinn forseti? Ég hef ekki áhyggjur af þessu. Verður þú besti forseti Íslands frá upphafi? Já, það vil ég nú halda fram. Ertu nú spenntur fyrir næstu þingsetningu, Guðni? Það ekki verkahring forseta. Nú, ég hélt það. En muntu áfram koma börnunum þínum í skólann? Forseti ofar yfir það hafinn. Hvernig líst þér að Donald Trump forsetaframbjóðanda Bandaríkjanna? Hann að leiða fólk saman, hann að leiða ólík sjónarmið saman. Hvernig það, Guðni? Ertu tilbúin að taka á móti Dag Oddsson í hvern sem er? Nei, ekki eins og sakir standa, en hins vegar finnst mér samt að það þurfi að vera stöðug umræðu þetta. Fötluðum meinaðar aðgangur að börnum? Það væri mjög skynsamlegt. Þið Elísa ætlar að fjölga börnum bestöðum eða ekki? Það liggur alveg fyrir. Er það ekki sjálfgefið að Patti bróðir besti handboltamaður allra tíma? Það ekki að taka hann einu sem gefni. Þú sagðir að Óli hafi skilið eftir sig svaka skítaldi öfrið henni. Því vil ég halda fram. Já, en hvað finnst þér að Dorrit hafi skilið eftir sig? Eftir að hún hvarf frá Bessastöðum, hún hefur lyft grettistaki í málefnum íslenskra tungu og erlendra tungumála hér heima. Ég frétti af innflutningspartíinu í einu, en þú bauðst mér ekki. Já, það var gert á Facebook. Verður Bjarni Ben forsætisráðherra í haust? Nei, ekki eins og sakir standa. Er það rétt að ég nota 100 milljónir úr ríkissjóði í þetta innflutningspartí? Strippar og kampaði? Já, ég myndi ætla það, en það sýnist mér á þessu tilbúna dæmi að það væri ríflegur meirihluti fyrir því á Alþingi og vilji forsætisráðherra skýr. En var ekki snilldilslegt fyrir Óla og Dorrit? Reynslan sýndi okkur að svo var ekki, þannig að lærum að þeirri reynslu og göngum hægt gleðina dyr. Þakka þér fyrir komuna, Guðni, og vefnið vel í servi.